Í þessu myndbandi ætlum við að skoða samhengi tveggja breyta. Við ætlum að skoða hvort það sé eitthvað samhengi á milli hamingju nemenda og hversu vel þeim gengur í skóla. Og til að gera það þá ætlum við að byrja á því að búa til punktarit til að skoða samhengi þannig. Og áður en ég geri það þá ætlum ég að fara hérna og velja að merkja enga nýja hluti, þannig að allir punktarnir sem koma á skjáin fá ekki bókstafi við hliðina á sér. Smelli hérna og merkja enga nýja hluti og vel svo tölurnar í báðum dálkunum, vel allar tölurnar og fer hér undir 1 og 2 og bý til lista af punktum. Nú má nefna listan eitthvað eða bara láta hann heita lista 1. Ég ætla að gera það núna og það sjáum við hérna listan af þessum punktum og nú ætla ég að loka þessu hérna bara þannig að við sjáum ekki alla punktana, þeir þurfum ekkert að hafa það opið. Það virðist vera eins og það sé svona einhver tilhneiging til þess að því betur sem þið gengur í skóla því hamingjusamari ertu eða öfugt, og ætlum að tekna svona línu í gegnum þetta, bestu línu til að sjá hvern samhengið komið betur í ljós. Þá förum við hér í inntaksreitin og skrifum að hvar línu lista af punktum, við smelli hérna enter og skrifa svona nafn á listanum, passa að hafa stóran staf í listi 1 svo það sé eins og í listanum hér ofan. og sjáum við að það verður bláleitt leið að þekkir hlutinn og smelli síðan á rithöfundartakkann og þá teiknar hún bestu línuna hérna. Við fáum hér með þessa línuna með jöfnunni sinni inn á skjáinn. Þannig að við sjáum að það er einhver tilhneiging til þess að hækka velgengnina þegar hamingjan eykst. Og nú ætlum við að reikna út hver fylgnistuðullinn á milli þessara tveggja breyta er. Þá bara notum við skipunina fylgnistuðull, lista af punktum. Það er sama listi, listi 1. Og fáum út að fylgnistuðullinn er 0,78, töluverð fylgni, jákvæð fylgni. Og af því að þessi útkoma heitir bara B og þá vil ég breyta því og ég smelli bara á hann eins og byrja að skrifa. Og ætla bara að nefna þessi tölulli fylgnistuðull og þegar það er bara ein athugun sem við gerum. Þá heitir þetta fylgnistuðull. Þá erum við búin að sýna fram á samhengið á milli þessara tveggja breyta með nokkrum hátum.